Já, þannig að fyrir fyrsta svarið þá væri það þetta að max jafnt og sinnum rótina 2 eða við sjáum hérna, já við getum líka að reikna á virkagildið. En svo fyrir næsta hérna, það var að skrifa þetta upp hérna. 2 pi sinnum max, þetta samhengið þarna. Meðalgildi afreiða reiðspennu, sem hlutfall af hámarksgildinu. Þá það 0,637 sinnum max eða 63,7% af max. Eða við getum, þegar við erum að leiða þetta út, þá endum við á 2 deilt með pi sinnum max. Það bara hitt svarið hérna í þessu. Og síðan var spurt hérna hver tími einnar sveiflu í 50 riða riðspennu. Það verið að tala það hérna. Þið vitið hvernig á að reikna það út eða ekki? Við erum ekki með það neitt hérna. Hér sem sagt ein svona sveifla. Einn á móti tíðni tími einnar sveiflu, þannig að við getum skrifað sem sagt 1 deilt með 50. Hvað segirðu? Þetta eru gamlar glærur sem að ég á og hérna ég set þær bara sem PDF fljótlega inn hjá ykkur. Hins vegar eru glærur inn á þessu undir efni sem að gæti hjálpað ykkur líka. En við getum sett þarna tími sama sem 1 á móti tíðni, f frekvensi. Og ef við myndum setja inn í það tölugildi þá 1 deilt með 50 sveiflum á sekundu. Þá myndum við fá út 0,02 eða 20 millisekundur. Ein sveifla tekur 20 millisekundur. Hvað stendur eftir? Frekvensi. Þetta 1 deilt í frekvensi? Já, 1 deilt með, segjum við. Og við oft, sko, þetta þá sekundur, en oft segjum við við notum 20 millisekundur. Það auðvitað að lesa það af sveiflusjónu. Við stillum á millisekundur og þá bil, þá hefur við kannski 5 millisekundur á milli hverja strika, deilistrika, og þá það ein sveifla væri þá hérna milli svona 4 strika eitthvað svoleiðis. Þannig að ef við erum að teikna mynd af hálfbylgjuafrýðisrás, þá hafið þið hálfbylgjuafrýðisrás í formúlublaðinu. Riðspenningjafi, díóða, álag. Það eru hérna sýndir mælar til að mæla riðspennuna, mæl til að mæla jafnspennuna og mæla jafnstrauminn. Og rásinn hleypir náttúrulega bara jákvæða hluta riðbylgjunar gegn vegna þess að díóðan snýr svona. Og ef við tengjum díóðana öfugt, þá fáum við neikvæða hálfriðið yfir álagið.
Og síðan eigum við að teikna mynd af gáruspennu og útskýra hana. Ég fór aðeins yfir gáruspennuna með ykkur síðast, en ég fundið einhverja mynd af gáruspennu og skipt hana. Þetta er mynd hérna 3.10 í bókinni til dæmis. Við getum sýnt gáruspennuna svona. Þetta er mynd af gáruspennu. Sem sagt, hún myndast þegar að spennan er að hækka í hverju hálfriði hérna, fer upp í hámarkið og síðan afhleðst þéttirinn, fer svolítið eftir hvað álagsstraumur er mikill, hvað spennan lækkar mikið hérna. En meðalgildið liggur í gegnum hálfa gáruspennuna það bil. Þetta er hægt að beita mjög flóknum stærðfræðilegurum aðferðum til þess að reikna nákvæmt skildi á þessu meðalgildi í þessari jafnspennunar. En með því að beita þessari nálgun hérna sem að meðalgildið sé þessi hérna brotalína í gegnum hámarksgildið max, það er þessi toppurinn hérna og mínus hálf gáruspennan. Þannig að meðalgildið, ef við drögum línu sem að fer í gegnum hálfa gáruspennu hérna, þá getum við nálgast mælda jafnspennugildið og þá jafnframt útreikna það. Það jafnast svolítið út hérna. Við getum hugsað okkur ef við tækjum efri hlutana af þessu og límdum hérna fyrir neðan. Þá getum við fengið alveg bara beina línu hérna. Svo að maður getur hugsað þetta líka svona myndrænt. Þess vegna drögum við hálfa gáruspennuna frá. Þá ætti ég að skoða hvað er í spurningu 6 hérna. Já, af hverju verður meðalgildi á mynd 3.11c bein lína? Þá er engin álagsstraumur. Það er sem sagt, það kemur fram hérna í textanum sem sagt að hér er sýnidæmi og hvað er stór þarf rispennin eða arisás að vera talnadæmi 1 að ef síðhættir er rásinni og álagsstraumurinn er lítill. Ef álagsstraumurinn er lítill eða enginn, þá er jafnspennan bara alveg jafn stór og hámarksgildið. Það er bara þá, eins og við myndum segja, sinnum rótina 2. Þá verður meðalgildið, það verður bara alveg hérna upp í hámarkinu. Þetta er 3.11, var bein lína. Af því að álagið er það lítill straumur að hann afhleðar þéttin eiginlega ekki neitt. Það verður bara jafnspennan, sama spenna og max. Hún bara liggur hérna í toppinu. Þannig að ég getur sagt þetta aftur. Já. Jafnspennan á mynd 3.11 er jafnt og max spennan vegna þess að álagsstraumurinn er mjög lítill eða enginn, þá afhleðst þéttirinn ekki neitt. Þess vegna er línan bara bein. Hvað er með þetta? Hvað varst að
að útskýra með dæmi 6? Ég var að útskýra ef að álagið, eða sem sagt, ef að viðnámið hérna, þetta hérna, væri mjög stórt, eða bara væri rofi hérna, og við værum með þéttirásinni líka, þá myndi bara staðan á spennunni hérna væri bara alveg bein lína, vegna þess að þéttirinn hann bara fær magnspennuna og heldur henni, þannig að spenna sem við sæjum á sveiflusjá, það er bara bein lína. Það er fyrir framan já, það er við tengjum alltaf afreiðsrétti hérna fyrir framan og ef álagsströmmun er bara engin, ef það er bara rofa hérna, taka álagið í burtu, þá myndi bara spennan verið toppinu. Það er bara bein lína hérna. Svo kemur við aftur hérna að það er bara bein lína. Ok. Þá er það komið. Þá förum við í þetta dæmi 7 sem ég, er það ekki þessari skrá? Og það er bara yfir í hérna skrána. Við liður 7, við höfum að teikna mynd af spennistengdri heilbylgjuafriðun með 2 díóðum. Svo förum við náttúrulega betur í heilbylgjuafriðuna vegna þess að þetta er í heimadæmi 1. Þá skulum við taka þetta fyrir snöggvast. Og þetta er myndin sem við byrjum að teikna upp. Við þurfum ekki að setja inn eina tölur núna sko, ekki strax. Nema við getum sett hérna forvað 220 volt, það er allt í lagi. Þetta er forvað á spennunum, svo væri hægt að gera hérna línu til að tákna járnkjarnan í spennunum. Og við erum með sem sagt eftirvafið á spennunum sem tengist inn á aðra díóna, D1 hérna á ofanverðu og neðst hérna á eftirvafinu þá tengist það út í D2. Miðúttakið á spennunum fer svo alveg niður fyrir allt saman og það verður að mínusnum og á álaginu. En katóðunar á díónum tengjast saman og tengjast sem sagt að ofanverðu á álagið. Og svo hérna þegar komum með útreikningana fyrir B-liðin. Ég setti inn hérna útreikningana fyrir miðúttak spennis með 2 díóðum undir hérna brúafriðil í efnið. Hérna já, þið þurfum að endur hlaða. Slökkva og opna aftur. Býtu aðeins. Þá er það birtingin hérna, býtu við. 10.1. Ég þarf að laga þetta, býtu við. Þetta er klukkan 6. Klukkan er ekki orðin 6. Ég þarf að laga þetta. Maður hafa hérna miklu fyrir á deginum. Fyrsta. Og núna er ég að sjá þetta. Það er nefnilega málið. Núna sjáum við þetta. Gott mál. Það er eins gott að við tjekkum á þessu. Takk fyrir það. Og þá getið þið náð í þessa útreikninga þar sem að ég sýni þá líka svona hvernig við þurfum að einangra ýmsar stærðir í þessu. Svona. Ok. Hérna er ef við náum í þetta miðúttak spennist, það er díóður, þá erum við með það
Við skoðum hérna, já, Já, gleymdu því gamli. hér. Það er ekki bara þetta. Í, ef að við erum með mjög háa spennu, þá er stundum óþarfi að taka tillit til spennufalla í díóðum, en við getum gert hvort tveggja. Við getum tekið tillit til spennufalla í díóðum hér og þá draugum við spennufall frá hérna og en ef við tökum ekki tillit til spennufalls í díóðum þá hérna reiknum við þetta svona. Við erum með þessa formúlu hjá okkur í formúlublaðinu, en þetta er í rauninni spennufall í hálfbylgjuafröðun og af því að við erum með í rauninni svona tvær svona rásir að þá setjum við þetta upp með þessum hætti hér. Við flytjum þetta yfir, reiknum hérna út hvað spennan inn þarf að vera. Þetta virkagildið, U hérna. Og í dæminu þá áttum við að fá jafnspennu upp á 13,8 volt, er það ekki? Sjá, við lækka þetta hérna aðeins. Hérna var þetta, já, hérna kemur fram 13,8 volt. Hve háð þarf riðspennan á bakvæði spennisins að vera til að fá 13,8 volt? Meðalgildi yfir álagið. Já, og sem sagt, það eru tvenns konar útreikningar. Það er sem sagt, ef við tökum ekki tillit til díóðspennufalls, þá reiknum við þetta út svona. Þá er hérna 2 sinnum 13,8 volt hérna og deilt með 0,9. Þá fáum við 30,67 volt. En ef við gerum ráð fyrir díóðspennufalli, þess að tökum tillit til díóðspennufallsins í rásinni, að þá notum við þetta form hérna. Ég bara útskýri svona aðeins hvernig við einangrum virkagildi riðspennunar út frá þessu hérna. Og þá er U með pluss UD og við setjum díóðspennufallið hérna inn í þetta 0,7 voltinn hérna og þá segjum við 0,7 volt pluss 13,8 volt, það er til þess að yfirvinna þetta spennufall og síðan deilum við 0,9. Þá þurfum við aðeins hærri spennu á virkagildinu sem að þarf að koma frá eftirvafi spennisins. Það gefur ykkur smá tíma til þess að í rauninni þá þá er nóg fyrir ykkur að skrifa upp þennan hluta hérna af formúlunni, en þetta er bara raunin til þess að sýna fram á hvernig við fáum þetta hérna, þetta form. Hvernig lítur þá spennan út yfir álagið? Við erum með 2 díóður álag, það er engin þéttir í þessu.
þá sem sagt reiðspennan í eftirvaginu verður þá þannig að við fáum díóð1 leiðir þá þegar að spennan er jákvæð, díóð2 leiðir þegar að reiðspennan er neikvæð, sjáu þið. Þá breytist þetta svona. Svo kemur aftur díóð1 sem leiðir hérna og svo tekur díóð2 við. Og svo er spurt, reiknaðu hindrunarspennu díóðana, þess að U peak inverse voltage, hámars hindrunar spenna díóðu. Og þá sjáum við hérna seinna í kaflanum þar sem að það sem er sýnt hérna, þessi mynd hérna, að spenna eftirvarsins er kölluð U2. U1 er forvarpsspennan en U2 er eftirvarpsspennan, þess vegna merkt hérna U2. Þannig að þetta er hámarks hindrunarspenna sem að díóðan þarf að þola. U peak inverse voltage er þá sama sem U2 max, en það er rótina 2 sinnum U2, spennan í eftirvaginu. Þetta er þá svarið við þeirri síðustu spurningunni þarna í heimadæminu. Ef við gerum ráð fyrir díóðspennufallinu þá er hún 32,22 volt. Notum þá spennu og margföldum sinnum rótina 2 þá myndum við fá 45,57 volt. Og ef við förum hérna í upplýsingar frá framleiðendum, að þá myndi kannski þessi hérna duga ef að við værum með hérna 1N5400, þá þolir hún VRRM sem sagt 50 volt hérna. En ég myndi kannski til öryggis fara hérna upp í 100 volt, þá er þetta 1N5401. Þetta eru staðlaga stærðir. 50 myndi kannski sleppa, en alltaf aðeins gaman að athuga hvað þetta þýðir, hvað þurfum að gera. Við þurfum að velja alltaf á íhlut sem að þolir aðeins meira, svo hann endist. Og það sem að maður fær algengt í dag, það er rauninni eitthvað sem að þolir 400 volt spennu, mjög mikið sem við erum að nota þessar gerðir, og eins þessar sem að er merkt 1N5408, það var akkurat það sem við vorum að nota í verkefninu okkar, 1N5408, og hún þolir 1000 volt, sem er náttúrulega miklu meira heldur en hún þarf að þola í þessari afriðun þegar við erum með svona lága spennu, sem sagt bara 32 volt. En þannig getum við fundið út hvaða standardstærð við þurfum að nota. Þá erum við búin að fara í gegnum heimadæmi 1. Þá ættum við að geta ráðið við að skila því inn. Já. Teikna mynd af spennunni yfir álagið. Þá er það samsvarandi mynd og mynd 333B. Þá fáum við hana, skellum henni inn í verkefninu. Já, þá ætti það að líta út svona. Ertu með kaflana inn á? Það ætti að vera kaflar inn á rafbók, sko. Við förum í þessi tvö verklegu verkefni, sem sagt mælingaverkefni, 4 og 5. Við tengjum upp straumrás með breytilegum spennugjafa, jafnspennugjafa,
og tengjum díóðuna fyrst forspennta og sendum straum í gegnum hana. Hún byrjar ekki að leiða alveg strax. Við skráum þá spennufalli yfir hana sjálfa og þetta verður sama spennufall þar til að hún byrjar að leiða og heldur þá yfir það byrjun 0,78 spennu en fer aðeins kannski hærra heldur en 0,7 volt en þetta er rauninni einn er spennan í þessum dálki lengst til vinstri. Við hækkum þá spennu bara alltaf hægt og rólega upp og þegar að díóðan fer að leiða þá myndast líka spennufall yfir raðtengdu mótstöðuna sem er hérna 3,3 ohm og þess vegna verður restin af spennufallinni yfir þá mótstöðu. Það kemur ekki fram eða það þyrfti eiginlega kannski að bæta við einum dálki sem að væri spennufalli yfir mótstöðuna. Því með því að leggja spennufalli yfir mótstöðuna og við díóðana þá fengjum við spennugjafa spennuna og svo skráum við strauminn. Við erum hætt að finna út leikastraum í gegnum díóðana bakspennta. Við erum hætt að mæla díóðana bakspennta. Þess í stað þá notum við aðra tegund af díóðu sem er sennidíóða og við getum litið á það í kennslubókinni að hún heldur yfir sig ákveðinni spennu. Hún er framleidd fyrir ákveðina sennispennu og það er oft það bil 10 volta spenna sem að við erum að mæla hérna og við byrjum á því semst að við hækkum hægt og rólega spennuna frá spennugjáfanum. Við mælum spennu sennidíóðana yfirleitt byrjar hún ekki að leiða fyrir en sem sagt þegar nálgumst sennispennuna sem að minna sé 10 volt á þessum sennidíóðum sem við höfum í mælingunni og þá er náttúrulega engin straumur fyrr en að spennan komin upp í 10 og þá þegar straumurinn fer að renna þá fáum við líka spennufall yfir raðtengdu mótstöðuna. En hlutverki á þessari raðtengdu mótstöðu hérna er það að verja díóðanum fyrir of miklum straum. Þannig að við förum aldrei yfir max á sennidíóðanum. Og þá sem sagt förum við í gegnum þetta og hér varðandi hérna línuritið þá er ágætt að finna hérna staðinn hérna í bókinni þar sem að við höfum kennilínu sennidíóðu. Það er líklega hér, hérna er við venjulega afreiðsdíóðu. Hún er hérna, þetta er venjulega silísiumdíóða og ennblaða sennidíóðan, hún er með alveg samskonar kennilínu þegar hún er forspennt. Og sjáum það hérna þegar við skoðum sennidíóðana. Hérna vorum við með mælingu, svo koma transistorarnir og förum í transistorana seinna en síðan kemur hérna sennidíóðan og þá fáum við líka hérna sennidíóðan, þá fáum við líka kennilínuna sem sagt hún er alveg eins, hann virkar alveg eins þegar hún er forspennt. En hér eru sýndar tvær mismunandi gerðir af sennidíóðum. Við getum hugsað okkur þetta getur verið það bil kannski 5 volta sennidíóða hérna með sennispennu sem er 5 volt en díóðan við setja 2 hún er sem sagt á getur verið kannski 10 volta sennidíóða. Og þannig að hún byrjar að leiða þegar hún er
bakspennt og við 10 volt þá byrjar hún að leiða hérna og hendur yfir sig ákveðinni spennu, hún hækkar í vísu örlítið en hún er notuð til þess að verja til dæmis tæki fyrir of hárri spennu eða rásar hluta, þess að við setjum ákveðina spennu á rásar hluta og þannig að spennan fer ekki upp fyrir ákveðið mark þar. Svo að þessa mynd hérna myndum við setja og bara merkja inn á hana þá senuspennuna. Getum bara náð í þessa mynd hérna þegar við gerum þessa mælingu. Getum við bara tekið þessa mynd hérna, sett hana inn í verkefnið og merkt sem sagt, hérna sjáum við, hérna er teiknað einfalt línurétt, strauminn, lóðrétt, spenna, lárétt. Það er rauninni þessi mynd hérna. Það þarf að minnka hana aðeins. Já, þá erum við komin á sinn stað hérna. Og þetta væri upplagt að setja þetta inn og síðan kannski að setja inn í paint og merkja hérna þá senuspennu sem að þið mælið hér. Þannig að þetta er þá alveg samkvæmt þessu að straumurinn, hann er hérna lóðrétt og við getum alveg merkt hérna hvað er Imax út frá aflmerkingunni á henni og þá er það straumurinn þegar hún er bakspennt sem við notum hana þannig senudíóna. Þannig að við hérna breyttum þessu verkefni, mælingaverkefni þá 4 hérna. Þannig að við tengjum ekki afreiðisdíóðana bakspennta, heldur við tengjum þá senudíóð í staðinn bakspennta og gerum mælingar á henni. Fyllum í töfluna, setjum inn í línuritið og setjum senuspennuna hérna, skráum hvernig senudíóðan byrjar að leiða og þar með er það verkefnið búið. Þannig að þetta er tiltölulega einfalt. Svo að fyrir mælingin þá erum við búin að fara yfir það hvað við gerum á miðvikudaginn, morguninn. Hitt verkefnið, það er afbrigðin, hálfbyggjaafbrigðin. Tökum það hérna. Og þá erum við í rauninni bara að sýna hérna rásina. Þetta er í rauninni bara æfing í að tengja þetta upp. Fyrst er bara einn díóða tengd og svo er settur straummælir, bætt straummæli inn í rásina og svo koll af kolli. Þannig að loka myndin kemur bara allra síðast. Svo er raðtenging hérna og báðar mótstöðurnar notaðar, það eru 100 ohm. Þannig að í heildina verður 200 ohm að viðnámi í rásinni. Við notum 2200 mikrofart þéttin og tengjum svo sveiflusjóna að lokum inn á myndina. Og síðan hérna, já, þetta er rauninni fyrsta hálfbyggjaafurðin sem við gerum mælingar í. Við stillum spennuna inn sem næst 10 volta spennu, það virkar gildið og skráum strauminn, mælum gáruspennuna með sveiflusjóni og svo reiknum við út gáruspennuna út frá stærð álagsstraumnum og stærð þéttisins og síðan berum við saman mælt og útreiknað gildi á gáruspennu.
svo hérna er verið að átta sig á hvernig hérna það er ákveðið hámarksgildi yfir álag og síðan hámarksgildi sem sagt á hérna afbrigðisrásinni sjálfri. Þá er í rauninni dregst frá 2 díóðspennufall en 1 díóðspennufall ef að við erum bara með hálfbylgjuafriðun. En hérna erum við bara með hálfbylgjuafriðun, já. Við erum bara með 1 díóð. Og svo förum við bara yfir í það mjög fljótlega að vera með 4 díóður. Það er ágætt að sjá þessu fyrst bara. Þannig að hérna við förum þá næst í efnið fyrir eins og sem að tekið verið í heimaverkefni 2. Það getur líka verið að við finnum eitthvað tímadæmi sem við þurfum að fara í gegnum og þá tökum við líka fyrir heilbylgjuafriðun. Því að þá myndum við fara í heilbylgjuafriðun væntanlega á föstudaginn því að það er þá verkefni 6. Líklega heilbylgjuafriðun 6 og 7. Við sjá undir efni. Nei, það er í verkefnum verkefni 6. Þetta er heilbylgjuafriðun eða hvað? Já. Býtum við, þetta er áframhaldandi hábylgjuafriðun og síðan sennilega 7, það er heilbylgjuafriðun. Hálfbylgju. Þetta er hálfbylgjuafriðun, já. Áfram. Og verkefni þá sem við tökum á föstudaginn 7 er þá væntanlega heilbylgjuafriðun. Sjá, hvernig lítur það út? Jú, það er heilbylgjuafriðun. Já. Þá förum við í það svolítið í bóklega tímanum eftir verklega tíman á miðvikudaginn. Þá förum við í heilbylgjuafriðun. Hvernig 2 og 2 díóður leiða samtímis. En þá held ég að við séum bara komnir í gegnum efnið í dag. Ég segi þetta gott í bili.